Startup túrismverkefnið hafið og hófst við fyrstu vinnusmiðjunni á Hvolsvelli liðna helgi og við skulum kíkja aðeins þangað með henni Birnu Pétursdóttur. Ég hér stödd fyrir utan Hvolsskóla á Hvolsvelli en hérna inni fer nú fram fyrsta vinnusmiðja af 4 í verkefninu Startup Tourism sem á vegum Klak Innovate. Ég ætla að líta inn og vita hvort ég næ ekki tali á skipuleggjendum og þáttakendum. Í þessum fyrsta vinnurhraðli var Stefán Þór Helgason einn þeirra sem leiddi þáttakendur í gegnum verkefnin. Stefán hefur starfað hjá Klak Innovate í 6 ár en flutti sig nýverið til KPMG þar sem hann sinnir áfram starfi í þágu frumkvöðla. Hérna erum við í rauninni bara að vekja svolítið athygli á þessu verkefni. Við erum að fá fólk til þess að hugsa og ekki bara koma með hugmyndir heldur líka að finna út hvort það gangi upp. Við erum að athuga hvort það geti skapað tekjur, hver kostnaðurinn og annað. Þannig að fólk átti sig mjög fljótt á því hvort að hugmyndin sé svona viðskiptavæn, hvort að hún geti, það sé hægt að selja þessa hugmynd til viðskiptavina og þannig að búa til einhvern arð af hugmyndinni. Því að það skiptir máli að fólk sé tilbúið að kaupa það sem hún hefur fram að bjóða. Þannig að við svona erum að taka algjörlega fyrstu skrefin í því. Hérna er fólk með góðar hugmyndir. Við erum að hjálpa því að móta þær aðeins áfram. Heldur það sé ekki mitt tilfellið að út allt land örugglega fullt af fólki sem liggur á einhverju góðri hugmynd en einhvern veginn hefur kannski bara ekki sjálfstraustið í að opna á það? Ég er alveg viss það. Ég held að það sé fólk út allt land sem situr og horfir á sjónvarpið og hugsar, heyrðu, ég er með frábæra hugmynd, en hugsa síðan, það mun aldrei takast, það mun aldrei ganga. Og auðvitað það partur af þessu frumkvöðlastarfi að þú þarft að hafa svolítið ástríðu og elju og dugnað til þess að það gangi upp. En samt hvet ég fólk til þess að allavega láta það reyna og þessar vinnusmiðjur sem verða haldnar hérna allt land náttúrulega kjörnar til þess að svona gera þessar frumathuganir á hugmyndinni, hvort hún gengur upp. Það engar skuldbindingar sem að tengjast þessu, þannig að þú getur bara komið og séð út af hvað þetta gengur, fengið svona smá að prófa þess áfram. En svo getur þú tekið ákvörðun hvort þú vilt halda áfram og kannski láta drauminn rætast að stofna þetta í fyrirtæki. Einn af þáttakendunum í vinnurhraðlinum var Magnús Jóhannsson en hann starfar sem líffræðingur og rekur samhliða því ferðaþjónustu fyrirtækið Mudshark. Fyrirtækið mitt gengur út á það að fara með fólk niður í fjöru, niður í Þykkvabæjarfjöru og veiða háf. Háfur svona nokkuð algengur svona við ströndina og svona meterslangur hákarl. Hann er svona hrjúfur að koma við hann og hann er með 2 tommu langa gadda á bakinu, hann er svolítið röff. Hann er svona, þetta er svona dálítið góður fiskur, metisfiskur og svolítið spennandi að veiða. Og ég sem sagt fer með ferðamenn niður Þykkvabæjarfjöru á gömlum Land Rover með stangir og allan búnað sem við þurfa og veiðum saman í nokkra klukkutíma. Þú kemur hinn dag í Hvolsskóla á Hvolsvelli og tekur þátt í Startup Tourism. Er það með þetta verkefni í huga eða ertu með höfuðið fullt af hugmyndum? Með góða hugmynd þá getur þú látið hann að verða að einhverju. Það er náttúrulega vinnu og það er smá pening til að koma hlutunum í gang en það er allt hægt. Og ég svona beggja af lands með svona að hugsa hvernig ég geti kannski markasett fyrirtækið mitt betur og meira. En svo ég með aðra hugmynd líka á kantinu sem svona náttúrulega eins og við segjum bara svolítið leyndarmál en það bara þannig að það svona ástæðan fyrir ég komi hérna og mér finnst þetta alveg mjög flott tækifæri að koma og fá að vera með þessum sérfræðingum í markasetningu og hvað það og það er ekkert alltaf sem menn að hlusta. Nei. En þeir fá greinilega borga fyrir það, sko. Já. En þú ert búin að, eins og segjum, vera svona vasast í ferðaþjónustunni hérna á svæðinu og þekkir svæðið mjög vel. Hvað myndirðu segja, hverju myndirðu segja væru svona vaxtarmöguleikarnir að þínu mati, bara svona út í loftið, hérna á svæðinu? Það náttúrutengd ferðamennska. Það númer 1, 2 og 3. Meira en 80% af ferðamönnum að koma hingað út af náttúrunni.
og þetta er auðlind sem við eigum saman og sem við þurfum að fara vel með, en við viljum nýta okkur hana, við viljum fólk fá að njóta hennar með okkur. Það þýðir það að þú þarf svolítið að kunna á hana, þú þarf svolítið að vita hvað má og hvað ekki má. En það koma rosalega margir hingað á Suðurlandið. Það eru kannski færri að fara austur, það er svona allavega ef maður horfir svona yfir landið, það er rosa mikið af fólki sem kemur hérna í gegn. Hvað finnst þér svona kannski vera mesta þörfin að gera hér til þess að svona balansera þessu eitthvað? Fyrst og fremst, ef við ætlum að nýta okkur náttúruna á þennan hátt, þá verðum við að vinna í innviðunum, eins klisjukent og það hljómar. Það þýðir það að við verðum að skipuleggja þessi svæði okkar sem við viljum bera á borð fyrir ferðamanni. Við verðum að hafa þau þannig að það sé öruggt að fara þangað, það sé auðvelt að stoppa, það séu klósett, það séu góðar upplýsingar. Annar þáttakandi á námskeiðinu var Vilberg Tryggvason, tæknifræðingur. Hann hefur lengi búið á Flúðum og skráði sig á vinnusmiðju Startup Tourism því honum finnst miklir möguleikar í ferðaþjónustu á Flúðum og vildi miðla sínum hugmyndum áfram. Ég hélt reyndar að ég þyrfti eiginlega ekkert að koma því ég er búinn að fara í gegnum þetta ferli svo oft en svo bara var maður svo blautur bak við eyrun þegar maður byrjaði. Og eiginlega bara, já, það er líka, þeir eru með nokkur verkfæri, mjög skemmtileg verkfæri til þess að hjálpa mér svona ná betri yfirsýn svona yfir þær hugmyndir sem maður er með og vinn úr þeim. Og þú ert með mjög skemmtilegar hugmyndir og svona sagðir aðeins frá þeim áðan og í sama samhengi sagðir frá svona upplifunum sem að kveiktu kannski aðeins þessar hugmyndir hjá þér. Ertu til í að segja okkur aðeins frá því? Já, það er kannski aðalega það að það er svo margt á Íslandi sem okkur finnst sjálfsagt og það er ekkert sjálfsagt og það er hluti sem okkur finnst mjög ómerkilegir sem að kannski ferðamönnum finnst bara mjög spennandi. Og eitt af því sem er að einn kunningi minn, hann var að keyra Econoline með mjög efnaða Indverja og þau voru búin að kaupa sér hina og þessa afþreyingu sem kostuðu mikla peninga. Svo lendir hann í því að bíllinn bilar og hann náttúrulega er miklu vandræði, hann veit ekki hvað hann á að gera með fullan bíl af fólki. Svo hann búin að borga fyrir ferðina en hann hringir í bónda og spyr hvort það getur hjálpað sér. Bóndinn dregur hann í bóndaveginn og þeir reyna að gera við bílinn en á meðan þá býður hús fyrir hann öllum þessum Indverjum sem hann náttúrulega voru vel efnaðir og inn í kaffi, bara íslensk kaffi og svo var náttúrulega farið að skoða fjósið og hann var alveg miður sín yfir þessu og svona þá var þetta afskaplega leiðilegt en svo þegar að fara yfir ferðina þá var þetta mest minnistæðist hjá indversku fjölskyldunni. Það var þegar ég fór í kaffið á bóndabæn og það lýsir kannski svolítið hvað við í raun og veru vanmetum sérstöðu okkar. Við höfum mjög margt að bjóða sem að öðrum finnst ekki sjálfsagt.